Ég vil heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krist sem með okkur eru í þessari guðsþjónustu í Hvítasunnu kirkjunni hér í Reykjavík. Við erum þakklátt fyrir þetta tækifæri og sendum kveðjur og fyrirbænir héðan til allra sem þrá Drottinn og lifa vilja í samfélaginu við hann. Nú þegar að vetur nálgast og litið tilbaka til tímans sem liðinn þá eigum við öll okkar minningar, súrar eða sætar eftir atvikum. Sérlega samúðar kveðjur eru sendar þeim eiga sárt að binda vegna slysfara, bæði á sjó og landi. Það sem gleður okkur kristna menn í landinu nú að 1000 ára minning kristniboða á Íslandi hefur verið haldin og farið fram með mörgu og margvíslegu móti. Næst ber í þessar upptalningu endurskoðaða og nýþýðingu biblíurita sem afhent var þjóðinni 22. ágúst síðastliðinn. Margir eiga þar miklar þakkir skildar fyrir gott og vel vandað verk. En ég leyfi mér að þakka forsætisráðherra doktor Gunnari Thoroddsen og ríkisstjórn hans fyrir drengilegt framtak. Þar lagði og drengur Friðrikssonar Albert Guðmundsson alþingismaður drjúgt lóð á metaskálanar að ógleymdum Ragnari Arnalds ráðherra fjármála á Íslandi. En hann eins og kunnugt langafa barn séra Matthíasar Jochumssonar þjóðskálds. Bænir kristinna Íslendinga styðja þá í starfi til blessunar fyrir land og lýð. Og því meira sem gert fyrir trú og smælingja, þá hefst upp réttlæti í landi voru og blessun mun afhljóta fyrir alla menn. Ísland mun vera annað land Norðurlanda þjóða ekki greiðir söluskatt af Guðs orði. Við Hvítasunnumenn minnumst 60 ára starfs Hvítasunnuhreyfingarinnar á Íslandi, minnumst þessa árið 1921 komu brautryðjendurnir hingað og hófu starf í þessari akurrein sem Hvítasunnuhreyfing kallast, og okkur hefur verið trúað fyrir þeirri mynd kenningarinnar í íslenskri kristni sem ræður heilagan anda, tungutal og náðargjafir. Samkvæmt postulasögunni 8. kapítuli sagt frá Filippusi trúboða sem boðaði Krist í Samaríu með frelsi fyrir fjölda manns, lækningu sjúkra og kraftaverk, síðan niðurdýfingarstýrn í vatni þar sem bæði karlar og konur létu stýrast en engin börn. En þó brast þar á eitt í þessari miklu vakningu, þeir höfðu ekki fengið heilagan anda. Postularnir í Jerúsalem sendu niður þangað þá Pétur og Jóhannes, báðu þeir fyrir hinum kristnu og fengu þeir þá heilagan anda, svo að það sást og heyrðist, þeir töluðu tungum og mikluðu Guð. Síðast en ekki síst þá ber það upp á þennan dag í dag, þennan fagra haustdag hér syðra að minnsta kosti, að þá 12 ára vígsluafmæli þessarar kirkju. Við munum þennan dag fyrir 12 árum síðan og hér hefur verið haldið áfram þrotlaust starf. Hér hafa þúsundir manna gengið út og inn og hér dag hvernum ársins hring unnið á útbreiðslu fagnaðarerindis Guðs ríkis á Íslandi. Þau orð sem ég ætla að byggja predikunum á að finna í Rómverjabréfinu 1. kapítula versi nr. 1-4. Páll heilsar yður þjónn Jesú Krist, kallaður til postula kjörinn til að boða fagnaðarerindi Guðs, sem hann gaf áður fyrirheit fyrir munn spámanna sinna í helgum ritningum. Fagnaðarerindið son hans Jesúm Krist, Drottins vor sem að holdinu fæddur að kyni Davíðs, en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprissu frá dauðum. Í þessum upplesnum versum kemur fram tvisar orðið fagnaðarerindi. Í fyrsta lagi Páll var kjörinn til að boða fagnaðarerindi Guðs. Og fagnaðarerindi Guðs soninn hans Jesúm Krist.
Áfram í þessum sama kapitúla þá minnist hann á fagnaðarerindið og segir í versinu nr. 9: Guð sem ég þjóna í anda mínum með fagnaðarerindinu son hans. Það er alveg dásanlegt að virða þetta fyrir sér og lesa þetta. Svo þegar hann skrifar til Rómverjana og hefur ekki komið til þeirra, en þar átt hann eftir að bera beinin og var þar í 2 ár í fangelsi og reit sín síðustu bréf sem að fylla síður Nýja testamentisins. Hann var höfundur 13 bóka Nýja testamentisins. Þá segir hann: ég er í skuld bæði við Grikkju og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leyti fús til að boða fagnaðarerindið einnig yður sem eruð í Róm. Og fagnaðarerindið hljómar enn, og fagnaðarerindið verður á dagskrá í dag. Og svo segir hann áfram hérna í versunum nr. 16: ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindið, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim er trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Nú heyrið þú, áheyrandi minn, orð fagnaðarerindisins. Kannski er þér það engin fagnaður. Kannski hristu þú bara höfuðið og þetta fer allt fyrir ofan garð og neðan hjá þér. Ef til vill ályktar þú og hugsaðu að þetta eigi bara fyrir taugaviklað fólk og gamlar konur og fávita og fárálinga. En fagnaðarerindið er boðskapur frá Guði soninn hans, Jesúm Krist. Og Páll, þessi mesti maður kristninnar, þjónaði Guði í anda sínum að boða fagnaðarerindisins, og hann var fús til þess að fara land úr landi og ríki og leggja á sig erfiði vegna fagnaðarerindisins. Og svo segir hann að endringu: ég fyrirver mig ekki fyrir það, því það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Og það er þetta tilefni í dag sem við þurfum að gleðjast yfir, að fagnaðarerindið er kraftur. Það hefur innihald. Það lyftir okkur syndugum mönnum upp. Það gefur okkur nýja sýn. Það leyfir okkur að sjá þá hluti sem við sjáum ekki í efnishyggju, féggræðslu eða öðru slíku. En við sjáum ljós Drottins í fagnaðarerindi hans, og ég fyrirver mig ekki fyrir það. Ég kannast við það af öllum hug og hjarta, og ég trúi því eins og það stendur skrifað og okkur er gefið. Hann vitnar til þess og rökstyður sitt mál að fagnaðarerindið er boðað í helgum riktningum, segir hann hér í 1. kapitúla Rómverjabréfsins. Jesús, hann talar þetta fagnaðarerindi og hann út frá riktningunum og segir: þær eru það sem vitna mig, heilaga riktningar. Málið er rökstutt þaðan, og það er ekki hægt að komast fram hjá boðum fagnaðarerindisins eða þáttöku í því nema að taka til greina hvað heilaga riktningar segja. Og þegar hann var upprisinn, þá gekk hann á meðal lærisveina sinna í 40 daga og talaði það sem að Guðs ríki heyri til. Og eitt sinn hann sat að borði með þeim, sagði hann við þá: ó þér heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem spámennir hafa talað. Átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýrð sína? Og hann byrjaði á Móse og öllum spámönnunum og útlagði fyrir þeim sem hann er skrifað í öllum riktningunum. Við tökum Biblíuna þannig: hún skrifar Krist og hún boðar okkur Krist, og hún boðar það fyrst og fremst að hann var gefinn þessum heimi til lífs og blessunar, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engilinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og ennfremur segir hann við þá: þetta er merking orða minna sem ég við talaði yður meðan ég enn var á meðal yðar, að rætast ætti allt sem er ritað í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmönnum mig. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau skildu riktningarnar, og hann sagði við þá: svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á 3. degi,
og að predika skal í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda en byrjaði í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Og vottanir hafa lifað áfram í gegnum aldir, og við sem stöndum að þessari guðsþjónustu í dag og erum hér saman komin og heyrum Guðs orð, við erum vottar af því að riktningarnar standast, og þess sem það sagði Jesum Krist, það er í fullu gildi enn í dag. Það er dásanlegt að geta rökstutt mál sitt með helgum riktningum. Svo bætist við boðskap helgra riktninga það sem hann segir, hann Páll í textana sem ég las hér í dag: fagnaður erindið son hans Jesum Krist, drottin vor, sem að holdin fæddur af kyni Davíðs, en að anda heilagleikans með krafti, auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprisuna frá dauðum. Þegar að lærisveinarnir hlustuðu á Jesum Krist, og ég vil lesa það fyrir ykkur hér í dag, þá var hann að opna huga þeirra til þess að þeir skildu riktningarnar. Og það er sama leið enn í dag. Ef við eigum að skilja riktningarnar, þá verðum við að eiga þann anda sem þær eru ritaðar af. Og hér talar Páll apóstoli það að Jesum Kristur er að anda heilagleikans með krafti, auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprisuna frá dauðum. Það er dásanlegt að taka eftir því hvernig heilagur andi kynnir Jesum Krist, og hann verður umræðuefni okkar hér í dag. Blessað veri hans heilaga nafn. Það tilheyrir hinni kristnu boðun fyrst og fremst, síðast og fyrst og alltaf. Það er Jesús Kristur, hann sem er ímyndins ósýnilega Guðs, hann sem er frumburður allra skepnu, enda var allt skapað í honum í himnunum og jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, bæði hásæti og herradómar, trygnur og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrir allt og allt á tilveru sína í honum. Hann er höfuð líkamans kirkjunnar sem hann er upphafið að, frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skyldi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllinguna búa og láta hann koma öllu í sótt við sig, öllu bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Hann er auglýstur, hann er kynntur, og hér kemur það fram, hann er fyrir allt. Tilvera hans hefst ekki á jólum þegar hann fæðist á Betlehemsvöllum og var í jötu lagður lágt. Hann er frá eilífð, hann er drottinn, hann er Guð. Það er sami Jesús sem talar hér og segist vera fyrir allt, sem segir við Jóhannes í Opinberunarbókinni: þegar ég sá hann féll ég sem dauður fyrir fætur honum, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði: vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Þetta er drottinn Jesús Kristur. Og þegar að heilaga riktningar kveðja okkur með síðasta kapitúla í Opinberunarbókinni, þá segir hann svo sjálfur þar: ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Það er hann, drottinn Jesús Kristur. Og við mætum þessum sömu orðum í Gamla testamentinu, og vitanlega er það sama persóna sem talar þar. Svo segir drottinn, konungur Ísraels og frelsari, drottinn allsherjar: ég er hinn fyrsti og ég er hinn síðasti, og enginn Guð er til nema ég. Þetta eigum við kannski erfitt með að skilja með huga okkar og johanneskum skilningi. Við verðum að trúa þannig á son Guðs. Hann er eilífur, hann er drottinn, hann er herra, hann er Guð. Og þegar hann var að tala við gyðingana, þá áttu þeir erfitt með að grípa þetta, og þess einu sinni er hann að halda ræðu yfir þeim og segir þá í Jóhannesarguðspjalli 8. kapitúlanum í 59. versinu: Abraham faðir yðar vanti þess með fögnuð að sjá minn dag, og hann sá hann og gladdist. Nú sagðu gyðingarnir við hann:
þú ert enn ekki orðinn 50 og hefur séð Abraham. Jesus sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist ég. Áður en Abraham fæddist, þá ég. Hann í nútíð, hann í þátíð, hann í framtíð, alltaf hinn sami. Jesus Kristur í gær og í dag hinn sami og allt til eilífðar. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, og án hans var ekki neitt sem til Og orðið var hold, og hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Og við sáum dýrð hans dýrs sem sonurinn eini á frá föðurnum. Guð blessið þennan þátt boðskaparins Jesum Krist. Hann kemur þér ekki að gagni þó þú lítir á hann sem engin mann, eða jafnvel spámann. Hann kemur þér ekki heldur að gagni þó þú lítir á hann bara sem kraftaverka mann. Og þannig gat upphafið Jannes lögmál og gengið á vatni og vakið upp dauða. Það þurfti eitthvað meira til, og ég hér að ræða það og benda ykkur á það. Hann með kraftulega auglýstur að vera sonur Guðs. Og sem slíkur, sem sonur Guðs, og sem drottin og sem herra, þá höfum við lesið það hér í morgun úr helgum ritningum, og hann höfuð líkama síns, kirkjunnar, sem hann upphaf að, frumburðurinn frá honum dauðu, þannig skyldi hann verða fremstur í öllu. Þetta finnst mér alveg stórkostlegt orð. Fremstur í öllu. Hverju? Fyrst og fremst hann frelsari. Þar hann einn, einstakur og einstæður. Þegar hann fæddist á Betlehems-völlum og englarnir kunngjörðu komu hans og fæðingu fyrir hirðunum, þá fengu þeir að heyra þessi dásamlu orð í Lúkasar guðspjalli í 2. kapítulunum, og þar stendur svo það sem að þeir sáðu englarnir við fæðingu hans og hirðarnir fengu að heyra. Þeir urðu mjög hrattir, en engillinn sagði við þá, verið óhrattir, þið sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, frelsarinn, einstakur sérstæður. Og svo bættu þeir við, hann Kristur, drottinn í borg Davíðs. Það dásamlegt að mega trúa því að hann frelsari, hann Kristur, hann drottinn, og hann kraftulega kynntur sem slíkur. Og sjálfur kynnti hann sig þannig, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, og enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann einstakur frelsari. Og þegar apóstolarnir boðuðu hann, þá sagði þeir að eigi það nafn sem hægt að nefna undir himninum, oss í ætlað fyrir hópnum að verða annað en nafn Jesú Krist. Hann fremstur í því að vera frelsari, og hann dugir fyrir okkur einn, fyrir alla menn, því að hann elskar okkur, vill mæta okkur og vill leysa okkur. Það lítur út fyrir að á tímabili hafi hann ekki verið fremstur. Þegar hann var að líða þjáningargöngu sína, þegar hann var í garðinu með Getsemani og grét og bað, þegar hann var tekinn af illræðismönnum, þeir hraktu á hann, þeir sló hann, þeir lítilsvirtu hann, þeir bundu hann, þeir fóru með hann út til Golgata og létu hann bera sinn eigin kross á helsarðu baki og húðflettu. Þeir negldu hann svo á kross og hófu hann upp. Var hann fremstur þar? Já, viss og sannarlega. Þá var hann sá eini og fremsti sem gat gert þetta í okkar stað. Því að með því að hann fórnfærði sjálfum sér og gaf sitt líf, þá eigum við eilíft líf og getum tignað hann hinn fremsta í öllu og vegsamað hann og dásamað hann. Og í heilu orði drottins sagt frá því í Filippíbréfinu í 2. kapítula og í 7. versinu. Þetta talið vera næstsíðasta bréfi sem Pál apóstoli reit þegar hann var fangi í Róm.
Hann var í Guðs mynd. Hann var í Guðs mynd. Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs. En hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, eða afkladdist Guðs mynd. Hann tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram að ytri hætti sem maður. Hann lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, til dauða á krossi. Þannig var hann. Og hver hefði fórnað svo sjálfum sér? Hver gat verið framar honum í þessari aðfórn? Að afklæðast Guðs mynd, vera í himninum, vera Guð, hafa engla og kerúba undir sig lagða sem tignuðu hann og dásömuðu. Svo í fyllingu tímans þá kemur þetta fram. Hann afklæðist þessu og orðið var hold. Og hann bjó með oss í tjaldi, stendur raunverulega í frummálinu, fullur náður og sannleika, og við sáum dýrð hans. Og hann tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Við þekkjum sögu hans. Hún er líka einstök. Hún er afbrigði frá sögum allra annara manna. Þar gekk holdi kladdur, orði Guðs, sonur Guðs, drottinn minn og Guð minn, blessað er hans nafn. En fyrir það að hann lítilakkaði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauða á krossi, þá hefur Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Taktu eftir því. Það er þetta nafn Jesú Krist, sem er ofar öllu, framar öllu, fyrst af öllu og fremst af öllu. Þetta nafn sem þú skalt ákalla, þetta nafn sem þú skalt tigna, þetta nafn sem þú skalt tilbiðja, þetta nafn sem þú skalt nefna, bæði í meðlæti og mótlæti, þegar þú ert heilbrigður og þegar þú ert sjúkur. Vertu feimnislaus við að nefna nafnið Jesús. Aftur Jesús, hann er fremstur, hann er fyrstur, hann er æðstur. Blessaður veri hann, ég heiðra hann og tigna hann. Og Páll postuli segir svo að hann sem hefur nafnið sem öllum öðrum nöfnum er æðra, fyrir honum skuli öll hné beygja sig, líka þitt hné eða þín hné, þú sem afneitar honum og kærir þig ekkert hann. Sú stund rennur upp að þú verður að beygja hné þín fyrir honum, þú verður að viðurkenna hann og þú verður að játa hann. Og það er satt að mega gera það nú, en í dómi Guðs verða allir að gera það. En frelsaður kem ég þá fyrir þinn dóm, fagnaðar sælan heyri ég róm. Í þínu nafni útvalinn kalla mig hjá sér, segir Hallgrímur Pétursson. Honum var auðvelt að játa nafn Jesú Krist. Og það verður því auðvelt að vera í dómi Guðs og kannast við hann. Þá mun ég kannast við yður fyrir föður mínum á himninum. Hver sem játar mitt nafn, en sá sem afneitar mér, fyrir honum mun ég ekki kannast, segir Jesús. Þvílík alvara, þvílíkur boðskapur hinn fremsta, hinn fyrsta sem við erum að tala hér í dag. Sér hver tunga skal játa Guð föður til dýrðar að Jesús Kristur er drottinn. Það er ástæðulaust að vera að þrefa það hvort hann sé drottinn. Þetta er boðskapurinn og kenningin, hann er Herra, hann er drottinn, hann er frelsari, hann er Guð. Og ef þú þekktir gjöf Guðs og hver sá er sem við því talar, þá myndir þú biðja hann. Það er komin tími til að þú fari að biðja til Jesú Krist. Hann er sonurinn, hann er meðalgangarinn milli Guðs og manna. Það er hábiblíulegt að biðja beint til hans. Það er Jesús, það er aftur Jesús. Blessað og lofað við hans heilaga nafn. Og þegar ég er með þessar hugleiðingar, þá kemur mér í huga orð sem stendur í Hebreabréfinu: oss hafði einmitt slíkur æðsti prestur. Já, er hann við okkar hæfi. Hann heilagur og hreinn, við syndu og spillt, við sem jafnvel höfum afneitað nafni hans.
Slíks æðsta prests höfum við þarf, sem heilagur og svikalaus og óflekkaður og greindur frá syndurum og orðinn himnunum Harri. Þess vegna getur hann nú til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lífið til þess að biðja fyrir þeim. Ekki höfum við þann æðsta prestur eigi geti séð aumur og veikleika vorum, heldur þann sem frista var á allan hátt eins og vor án syndar. Hann hæfir fyrir mig og hann hæfir fyrir þig, eða eins og við segjum í daglegu máli, hann passar fyrir okkur, og þar enginn honum fremri, enginn honum meiri. Þar hann hinn fyrsti og þar hann hinn síðasti. Það Jesús. Það Jesús sem heimurinn þarfnast. Það Jesús sem svarið fyrir vandamálunum á Íslandi. Það Jesús sem lausnin. Og þegar Jesús kemur til, þá munu brennivínsbúðina tæmast og fangelsin verða auð og tóm, og menninu munu fagnandi lofa hann sem Herra og drottinn. Hann drottinn þinn, hann drottinn minn. Við skulum viðurkenna það, við skulum játa það. Við sem erum duft og aska, oss hæfir hann sem sér aumur á veikleika vorum, sem lítur til okkar í miskunn og í náð. Ég lofa hann, ég blessa hann, ég vil boða hann, ég vil játa hann, ég vil kannast við hann fyrir mönnunum. Og svo talað hans æðstur. Ég ætla að enda með því. Hvað það æðsta sem hægt að tala Jesúm Krist? Ég hef talað friðþægingu hans, krossdauða hans og lausn hans fyrir okkur synduga menn. En í Jóhannesar Guðspjalli 5. kapitulunum og í 21. versinu stendur svo: eins og Faðirinn vekur upp dauða og lífgar þá, þannig lífgar og sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmi Faðirinn engan, heldur hann hefur falið sínunum og hendur allan dóm, svo að allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem ekki heiðra soninn heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Heilagur ritning, hún talar að heilagur andi hann sannfærir synd, réttlæti og dóm. Menn lífa þannig eins og engin dómur sé til og engin endurgjöld verka þeirra þurfi að mæta þeim. Enda dæmir Faðirinn ekki heldur hefur hann falið sínunum og hendur allan dóm. Hann æðstur dómara, og mér finnst ég verða að koma með þetta núna í lok vitnisburðar míns. Og mér kemur í hug orð sem stendur í Esekiel bók, sem staðfestist af boðskap Nýja testamentisins, en upp yfir helfingunni stendur í 1. kapitulunum og í 27. versi, sem var yfir höfðum þeirra var að sjá sem safírsteinn væri í lögun sem hásæti, og þar upp á hásætinu sem svo sýndist var mynd nokkur í manns líki. Sú mynd þótti mér því líkur sem glóandi lýsigull væri þar neðan frá, sem mér þótti mýtti vera og upp eftir, en ofan frá því sem mér þótti mitti vera og niður eftir þótti mér hún álit sem eldur, og umhverfis hann var bjarmi. Bjarminn umhverfis var tilsýndar líkur boga þeim sem í skýjunum sést og stendur þegar það rignir. Hér sér Esekiel þessa merkilegu sýn sem nú stundar og í nánd. Hann sér hið mikla hásæti, hann sér það í mynd jaspisteinsins og hér safírsteinsins og hér talað Og þegar hann horfir á þessa stórkostlegu sýn, þá sér hann þar mynd, hann sér þar mann, og maðurinn Jesús Kristur, og Herra og aðra ekki hægt að komast í sköpun og almætti drottins, en hér kemur fram. Við sjáum hann og okkur kynntur hann sem frelsari nú á tíma, og nú geta allir menn frelsast, en framundan safír hásætið, og þar hann sem svona lýst í tign
og veldi og dýrð og mætti. Og sá dagur kemur að þú og ég við verðum leiddir fram fyrir hann. Og hver verður hlutur okkar þá? Hann afgerist af því hver hlutur okkar er nú. Og ef við höfum mætt Jesú Kristi og játað hann sem frelsara og tileinkað okkur hann sem drottin og herra, þá þurfum við engu að kvíða. Hann er okkar lausnari, hann er okkar vinur. Hann þekkir eðli vort, hann minnist þess að við erum mold. Og þvílíkt ásenda mig að þekkja hann og kynnast honum. Og þegar að maður sér hann þar í þessari tign og dýrð, þá verður hann mann ekki ókunnur. Ég kynntist honum hér. Ég kynntist honum grátandi í iðrun og afturhvarfi. Ég kynntist honum með því að játa syndir mínar og koma fram fyrir augliti hans. Ég kynntist honum með því að hlýða boðum hans og láta stýrast eins og hann var sjálfur stýrður. Ég kynntist honum þegar hann úthelti heilögum anda sínum yfir mig og ég fór að tala tungum og mikla Guð. Það var bara Jesús. Ég hef kynnst honum. Hann er kröftulega auglýstur að vera sonur Guðs og það er höfuð tilgangur með starfi okkar og þjónustu og predikun og öllu lífi. Horfðu á Jesú, beindu sjónuðinum til hans. Hann er frelsari þinn, hann er drottinn. Guð blessi þig í Jesú nafni. Amen.